viti menn í Landsrétti, sem sagt í desember á síðasta árið, þá ég, desember eða nóvember, þá ég sýknaður að þessari skipulögu brotastarfsemi. Þannig ég enda með 3 ár og 9 mánuði. Ég fæ 2 ár og 9 mánuði fyrir hennar innflutning, sko, sem samt svolítið þungt, sko, en ég tek því alveg, sko. Og þegar búið að sýkna mig í því máli, þá hringi ég í lögfræðinginn minn og ég segi, að draga þess áfríðin tilbaka með þetta skutlarmál, þú veist, að því að ég get labbað í hann út, skilur. Þannig ég svona eiginlega bara stilt upp þannig að ég þurfa að gangast við fokkin dóminum, sko. Já. Ég ekkert sáttum með en ég samt, ég tilbúin að gera það ef ég fæ að koma út. Því þetta sakakostnaðurinn og allt hjá mér hlaupið upp á 16 milljónir, sko. Þannig þetta þú veist, það einhvern veginn, það allt einhvern veginn, þú veist, það allt gert einhvern veginn í þessu kerfi til þess að gera þær og líka bara það að sitja í gæsluvarðhaldi. Út í gæsluvarðhaldi og ekki aðgengi að tölvu til að vinna í málinu þínu eða neitt. Þú færð þetta á einhverju blaða bunka skilju, og getur keypt penna og blaði í sjoppunni eða eitthvað, skilju. Og það er ekkert að vinna með þér annars, sko. Þetta bara áfangaheimili fyrir mann þegar maður kemur út, sko. Þegar þú veist, þú ert skildur til að vera hana inni, sko, milli 6 og 7 á virkudögum til að borða kvöldmat eitthvað og verður að vera mættur inn klukkan 11 á kvöldin og mátt fara út klukkan 7 á morgnana. Og þú veist, vímuefnana, íslæði bönnu hana, skilur við. Já, samt virðist ekki vera gaurunir sem að ætti að séu testa, það meira svona ég segi þetta bara því að ég var testaður daginn. En þú veist, þegar þú testaður þá þarfst að koma þér sjálfur upp á hólmsið og pissi eitthvað glasana fyrir það og já. Ef ég segjum svo að ég þurfti að fara núna og pissa, skilur, þá þurfti ég að vera til september inni. En síðan ákvaða að setja mig á áfengis og vímuefnaskilur, sko. Það líka eitthvað, þú veist, bara ég var niður á fangelsmálastofnun daginn að kvitta undir einhverja reynslu lausna pappíra og þá tóku það alveg skýrt fram að ég verið settur á áfengis og vímuefnaskilorð og ég sagði, ok, það er bara so be it, skilju, og hún var eitthvað að brýna fyrir, já, það þýðir bara að þú megir ekki fá þér ekki einu sinni með steikinni og ekki þegar þú fer til útlanda og ég eitthvað, ok, skilur við, svo þetta bara stoppan að ég er búin að vera edrú í 3 ár, þú veist, næsta sumar, en ég held þetta sé samt, þetta getur ekki verið löglegt að vera að setja fólk á svona, ég get ekki því, þú veist, ég held þetta sé ólöglegt, sko.